niður í þessu dæmi. Þá erum við með stuðliðinn 6. Við erum að setja hérna inn í fallið að setja inn hérna mínus 1,4 Það aldrei 4 eða hvað? Nei, það aldrei 4 sem eru samtímis. Nei. Því að við
erum með. Já, það stendur. Sjáðu þessu hérna. Já, það stendur eitthvað þessu sem. Sjáðu, það alltaf tvær. Díóð 1 og díóð 2. Þegar það spennandi kannski jákvæð hérna, já. Og þegar það spennandi jákvæð neðanverðu, þá það díóð 3 og díóð 4. Bara 2. Svona drögum við bara 2 díóð sko út frá. Það það. Þetta ástæðast. Ok. Þetta við með hérna. Ég var bara búin að leysa þetta. 13,23 volt. Takk fyrir. Þá var þetta svarið. En byrju, hvað hámarksgetið? Hámarksgetið? Það bara virkagetið inn. Sem það bara 110 volt. Nei. Ó, þetta getur bara verið 13, þetta voru alltaf 12 voltinn. Ég gerði það frá 10. Ég fæst på 4729. Já, ég reiknaði 12. Já, þú reiknaði með 12 volta spennu. Já. Allt í lagi, þá var þetta einhver önnur spenna hérna. Allt í góður. En við þurfum að nota sem sagt 110 volta spennu. Af því að eftirlafið á spenninu gefur okkur það. Það var að það sé 4700. Mér finnst þetta að vera dálítið há spenna. Já. Svo, sem sagt, Max. Ég glemdi að gera spennu sinnum kvaðratrótina 2. Já. Er það ekki alltaf fast í þessari jöfnu? Jú, þetta er bara einmitt. Sinnum rótin af. Ég er á ferð snýilsins í þessu hérna. Ég er 106. 106. Já, jafnspenna, þetta meina jafnspennu. Með, þetta var 106. Rótan 2. Já. Þetta er hluðsinn rótan 2. Þá fáum við max-getið, sko. Já, ok, það var ekki rétt. Nei, það er ekki alveg rétt, það er komið, allt í lagi. Segjum hérna, já, mínus hálfkvárspenna. Það er ekki fyrst og max-getið. Þetta getur við að byrja því að setja max. Setjum hérna sérstaklega max. Þá get ég breyta þessu hérna upp í eins. Þá erum við með hérna þessu hérna að finna áttu max fyrst. Það leiðir að ég er 110 sinnum 102 í og það er það saman sem það er 155,56 ekki? Þetta er max-getið. Já. Þetta er ekki jafnspenna. Núna er ég að fara að reikna út jafnspenna. Ef þetta getið hérna 155,56 er þá talan sem kemur út af þessu sinnum rótana 2. Nú erum við 110 voltar ekki? Jú, 110. Og síðan drögum við frá hámarksspennuna og ég er vanur að skrifa aðeins öðru slutt. Sko, í formúlublaðinu segir hálfur sinnum eitthvað. Ok, það er hálfkvárspenna. En við setjum bara hérna brota stygg. Það er svona. Setjum bara auka árast 1 með 2. Það er bara eitthvað. Já, ég ætla að hafa hérna svona. Gáða. Er það stórt geim? Nei, það bara stendur gáða, þannig. Þetta er sætt. Svo bara 1 með 2. Og
aftur mínus 2 díóðspennföll. Þetta setja þetta að svega. Tvisvar sinnum B með, já þá hérna og þetta hér hérna og svega og þá setjum við í þetta tölur. Það er bara komið svona, þetta er magskildi mínus hálfgáfspennan mínus 2 díóðspennföll. Þetta er komið svona. Þá setjum ég inn þetta svona og því setjum inn hérna tölugildin í staðinn. Þetta er 110 og aukáða, þetta var, við erum að reikna þetta út á áðan, þetta er 4,69. Á þetta ekki að vera 155,56 svona? Jú, ég get sagt það líka sko. Já, Ég er bara að setja inn í staðinn fyrir 110, svo þau vitið hvað það var og ég get sett inn þessar tölur. Svo það sé líka tekið fram. Og þetta er þá tvisvar sinnum 0,7. Þá ætlum ég bara að skrifa þetta aftur upp. Segið þar að leiðandi aftur. Tekið saman þessar tölur. Þá er þetta að fara hérna í set inn hérna svona. Tek svo saman tölurnar. Þetta er hókað, ja, ég fær ekki að fara upp. Svona. Þá get ég sagt hérna, er þetta 155,56. Þess að 110 sem er rótum 2 er 155,56 og svo dregur ég frá. Það er kannski eftirlega að hafa þetta svona, en ég get líka sagt hvað kemur út af þessu. Hálfgáfspennan er... Er þetta gáfspennan? 2,345. Volt. Já, gáfspennan var sem sagt hérna, hún var 6 sinnum 500 deilt með 640 mikrowatt. Er það ekki 110 sinnum þetta? Nei, sko, 110 er spennan. Virkagildi riðspennunar inn. Þegar við reiknum gáfspennuna, þá förum við út frá álagsströmmnum og hvort þetta er heilbylgjuafriðun, þá er stuðlinn 6. Eða hálfbylgjuafriðun er bara 1 díóða, þá er stuðlinn 12. Já, ok. Já. Og svo deilum við með stærð þéttisins, sem er í þessu tilfelli 640 mikrogrömm. Þannig í þessu tilfelli þá var það 6. Já, af því við heilbylgjuafriðun, þá er minni gáfspenna og þá er stuðlinn 6. Heldur mikið minni heldur en í ákvæmst. Þetta var gáfspenna. Fínt að leiðrétta þetta strax. Þannig að það sé ekki meiri misskilning á þessu. Sko. Og svo er bara dröguð frá líka 1,4 volt. Sem er 2 sinnum 0,7. 2 díóður. Og þá ættu við að vera ráðum komin með eitthvað svar. 151,8 191,8. Já, sjá. Svo er það spurning hvort ég neði nógu mikið að auka stöðum, það er bara að gefa ljós. Maður fara eins og Já. Það
það er alveg nóg að segja 151,8 volt sko. Því að 1,5, það verður alveg nóg nákvæmlega. Eða þá myndum við að hækka 1 upp í 2. Ok. Ef að segja að við hækkum þá 1 upp í 2. Það er nóg að vera með 2 aukastæði fyrir alltaf komur. 8 og 1,5 hækkum við upp í 2. Og 2. Já. Þetta er hérna meðalbitt jarðspenna í ráðið. Já, það var lítið saman og það var eitt stríð. Ok. En því ekki áfram, það var bíðan. Nei, það var að byggja lánsmar. Já. Síðan var að teikna mynd af spennunni í ráðið og síðan fellur spennunni í hlettinn hérna í næsta lið. Þess að þið getið fundið þessa mynd. Nú er þetta sem sagt heilbylgjaður, það er að velja þá rétta mynd eða að rissa upp rétta mynd. Því að... Ég er á myndinni sko. Fenguð þið það? Útprentað? Já, þið eru hvað með það? Já, ég myndi ekki eftir því. Ok, þið eru með það. Takk fyrir það. Og sem sagt, þá einbeitum við okkur af því að skoða hérna eðið. Spennanhæfðin og það fellur niður í ákveðið lágmark þegar að þéttin aðfæðst. Og maður sýnar þetta lágmark hérna á myndinni í lið T og reiknar tölgið þess. Sem sagt, þéttirinn, kannski ég reyna að stækka þetta upp svolítið hérna, hann er að hlaðast hérna upp í hámarkið sem er reyndar 1,4 voltum lægra heldur en alveg max. Af því það eru 2 díóspennfall. Já, ok. Og þannig að þéttirinn hann hleðst ekki alveg upp í útreiknaði max. Síðan aðhleðst hann hérna niður og það er verið að spyrja þennan stað hérna, þetta uppkvæmsta hér, sem að þéttirinn aðhleðst niður í. Og það er mjög auðvitað að reikna út. Það er ekki bara gáruspennuna? Jú, bara alla gáruspennuna. Því að gáruspennuna nær frá þessu hámarki hérna og niður hérna lágmark. Þannig að ég myndi fyrst draga frá 2 díóspennuna og alla gáruspennuna. Og síðan gáruspennuna. Já. Frá max? Já, frá max. Þannig að þá myndum við búa til einfalda formúlu í þessu og segja þarna eins og Hvað kallar það? Lágmark? Já, það er eitthvað góð spurning. Ég var að segja sé mín eða hvað? Já, að hafa það eins lýsandi eins og hægt er. Og Það eru max og mín. Já, við getum sagt til að mín, mín, eða og lítið sé mín. Já, þetta er bara spennan, hún fellur niður í þetta lágmark. Þetta er rauninni mín á jarðspennunni. Segjum bara mín og þá er það max mínus já, segjum hérna ef að segja tussunum D þá ætlum við að vita hvað við erum að gera. Mínus uppgáfa.
öllu gaman. Svona. Þar leiðir, setjum við tölugildin inn í þetta. Það var 155,56 var það ekki? Mínus 1,4 mínus öll gárspennan sem var 4,69. Sama sem. Þá getum við reiknað þetta lágmark hérna. Þá það er 149,47. Get ég ekki eitthvað við það? Get ég sett undir þetta? Þetta er inn í ævitt. Ég vil merkt það svona, þetta er svagt. Fáið þið ekki þetta líka? Jú. Ok. Síðan var að útskýra hugtakið hindrunarspenna díóðu. Já. Er það 0,7? Nei. Ég fann alltaf eitthvað formúlu í bókinni sem var UPIVF, Já. jafnt og max. Já. Þetta er hérna það sem að díóða þarf að þola sem sagt bakspennt í alvegðisrás. Hindrunarspenna díóðu. Þetta er spenna sem díóðan þarf að þola. Skrifa hérna já. Spenna. Ok, hindrunarspenna. Það segir hérna hindrunarspenna saman. Hindrunarspenna saman sem díóða þarf að þola bakspennt þetta er oftast sko set bara eina sviga í afreiðisrás til dæmis. Rás, já. Já, getur komið svo mikil spenna að hún ræður ekki við að halda á. Nei. Málið er að við þurfum að velja stærð díóðuna þannig að hún þoli þessa spennu, þessa bakspennu. Og það er mismunandi eftir því hvaða afreiðisrásir við erum með. Og það er ákveðið kafli í bókinni sem að fjallar þetta. Og við þurfum að aðtöða hver stóri hindrunarspenna í dæmi 10 hérna. Og við vorum með virkagilið sem sagt 110 volt þar. Og fyrir hindrunarviðum þá þarf díóðan að þola sem sagt hámarksskiptið eða max
Þannig að þessi merking UPIV sem við finnum í formúlu í bókinni stendur fyrir spenna, peak inverse voltage, PIV. Hvað eiginlega bakspenna? Getur þú útskýrt það? Já, bakspenna þegar að við erum með reiðspennuna hérna, þegar við erum með spennuna í neðri hlutanum af reiðspennunni hérna. Þá er díóðan hérna með bakspenna, öfugt, þannig að hún hindrast. Vitið eins og með einstreymisloka í einhverju blussalögn eða eitthvað þess. Hann þarf að þola bakþrýsting. Þetta er bara sama. Svona sem maður getur borðið það saman. En hérna eins og hámarksstraumur í leiðinni átt. Já. Það er svona Þolir hann mikið meira eða þú veist? Sko, það getur komið svona stuttir púlsar. Þannig að hún getur þolað stutta púlsa af einhverjum straumum. En yfirleitt er það gefið upp líka meðalgildi straums sem hún þolir. EF, það var forward, EF, AVE, average er oft gefið upp. Sem meðalgildi straumsins sem hún þolir, stanslaust. Svo eru einhverjir straumar sem getur líka þolað bara mjög stutta stund kannski brot úr sekundu eða eitthvað slíkt En reiknum út hindrunarspennu og það er spurningum að ég finni þennan stað í bókinni því væntanlega eru þið með flestir eru með bókina og Erum við búin að finna hvað þetta er í bókinni? 74. Blaðsíðu 74. Læst á hann? Já. Það er ekki sama númer á skjalinu og Það er svo að það komið fram í upptökunni að þetta er blaðsíða 74, það er val á díðun og þá erum við með þetta er hábyrgjaldurinn nefnd einföldafurinn þetta er merkt sem UPIV stendur fyrir Peak Inverse Voltage hámarks hindrunarspenna og svo getur líka verið hámarksstraumur í leiðinni átt það er forward og average meðalgildi AVE, þetta er bara fyrir average meðalgildi straumsins en svo er líka til eitthvað peak forward straumur einhvern ákveðinn tíma. En allavega að hér sjáum við að í þessari rás hérna, þegar við erum ekki með neitt þétti, bara spennu spennugjafspennu hérna, spennu og díóðu og álag, engan þétti, þá erum við með hámarks hindrunarspennu sem að díóðan þarf að þola, það er bara við max, það er vittakittir sinnum rótur og tennur. En við erum ekki með þannig rás hjá okkur núna, svo að við þurfum að skoða hérna áfram. Sem sagt aðeins að renna yfir þetta, ef við værum með þétt í rásinni, þá þarf hún að þola tvöfalda hámarksspennu. Það er vegna þess að þá helst spennandi þéttin sem að leggst við spennugjafans. Þá þurfum við að þola alla leið frá hámarki í jákvæðu gildi og niður í lágmarki neðmjölu. En við erum ekki með það hér. Þegar við erum með spennusteindarinn og þá er það spennan í eftirvæðinu, max, og það er rótur og tveimur sinnum heildarspennan eftirrásins. Við hefum eftir að fara í þannig tengingu, förum í það og svo komum við með brútengingu. Það er það sama þar. Við höfum 4 díóður eins og, ekki mynd af henni hérna, en
við getum náð í mynd af brútengingunni. Það er bara þessi venjulega mynd, sé ekki með hérna einhver, hérna bara. Hérna þarf sem sagt hver díóða að þola sem sagt magnskiptið, rótartölur sinnum virkargilið. Þannig að þá reiknum við þetta út hérna hjá okkur og það er dæmið hérna, nei, þá erum við hér hjá þetta erum það, setjum við inn hérna formúlu og þá er hérna þetta UPIVAF það er sem sagt hérna peak inverse voltage sá sem það er U sinnum rótinu af tölur. Okkar tilfelli er þetta 10 sinnum rótinu það var það 155,56 watt. Já, það var auðvars. Þá er það bara svona. Ok, við erum alltaf löngu búin að þessu. Það er ekki þetta svarið og skýturöð. Er það búin með það sem ég leit ykkur á blaðið? Já. Ok. Það er ágætt að fara svona hægt og rólega gegnum það og ég hérna Býðu, er þetta bara svona? Ekki að það væri eitthvað öðruvísi svona? Nei, ekki þegar við erum með sko hérna bókina sem sagt þegar við erum með brútengingu í brútengingu þarf hindrunarspennað hverja díóða að verða tokkið til spennu. Það kemur hérna alveg fram. Það er bara þessi hér. Það var bara tvöföld hámarksspennan, magnsspennan, ef við vorum með eina díóðu og þétti. Bara hámarkina. Það er svolítið sérstakt. Því að þá leggst þéttispennan hérna við. Það er náttúrulega. Þannig að það væri... Er það ekki bara því að það er... Nei, byrju nú við. Er þetta tvö á öðrum megin að raðtengdur? Já, bara í þessu... Já. Tekið frá... Þegar að spennan er í neikvæða gildi, sko, þá er hámarksgildi sem sagt í neikvæða plús spennan með þéttis í gangi, yfir díóðan, öfugt. Það var plúsin hérna megin og mínusinn hér. Og þá er spennan sem sagt neikvæð frá í hámarki frá reynspennuhjáðan í öfugbyggi. Þá þarf hún að þóla 40 volt. Ok, og hérna þá er sterkur leikur að ef að þið ættuð þetta formúlublað einhvern tímann á pappírsformi. Ég var með það hérna. Þá væri sterkur leikur að bæta inn á við hverja mynd. Þegar við séum bara vinstra megin. UPIVAF hérna ætti á U sinnum
rótina tveimur. Hérna væri PVF 2 sinnum sinnum rótina tveimur. Og hérna væri það bara sinnum rótina tveimur líka hérna. Því þetta brúarverk með þetta, það alveg það sama. Hefur þú tökað upp þetta núna? Já, það tækir dálítið tíma. Ég hefur bara að gera þetta bara í verklegu það var að gera þetta. Ég ætla að reyna mun eftir að gera það morgun því að þá þurfum við að reikna afreiðisásinnar þegar við förum í mælingarnar. Eru fleiri tímadæmi Já, það alveg hellingar á tímadæmi, ég þarf bara að finna þau. Það er tímadæmi 3, ég hef ekki mista eftir það. Það getur vel verið að það hefði verið útbúið fyrir Þriðja kafla. Hvað segir þau? Er þetta ekki bara tímadæmi 3 og þetta er 3. kafli, það er ekki kafla 3 kafla? Við skulum skoða aðeins bókina hvort það ekki miklu fleiri dæmi í bókinni var það ekki fleiri held það. En 20 dæmi. Já. Minnum það. Ég gæti verið eitthvað dæmi sko, en þetta er eitthvað gamalt sem að sjálfsögðu búið að breyta þessu yfir í alfa og en hérna í bókinni þá erum við með svona Blaðsjá, tjögg. Já. En þetta er örugglega á sér það er einhver dæmi þá eru þá nokkuð dæmi hérna og með svona sveiflusjónmyndu þannig að þú veist að ef ykkur á að rissa þetta upp sko. Svo það sem sagt við vorum að taka hérna dæmi 10, þetta er sama dæmi sko og 11 erum við búin með og 12. Já, við erum eftir að svara þessu hluta hérna. Hvaða staðlaða gildi getur þú valið? Var þetta í... Já, ég bara glemdi að glemdi þessu atriði. Sjálfsagt, við skulum fara í og á netið og leita að einhverju díóðu. Hún gæti heitið 1N 5-4 0-4 kannski eða 0-8 eins og við vorum með í og þetta er einhver PDF með það er fáið hvað PDF skjál. Já, það var á díóðu. Staðlaða gildi fyrir einhverja díóðu. Næsta staðlaða gildi. Svo fá ekki hérna. Svo við sjáum svo ekki hérna. Jú, það fær þetta hérna yfir á skjáarbann. Sjáu þið þetta hérna núna? Já, það fær þetta eitthvað til. Svo líka vantar hérna. Vantar á þetta. Ég verð að taka þetta baka aðeins. Til að já, skjárinn hann eins og litla upplausn. Það vandamál. Hvað get ég sýnt þetta þá? Herru, ég veit, ég tek snilling frá mynda þessu. Auðvitað. Svona, þetta leysir málið. Sjáu þið þetta? Já, kannski mætti það vera aðeins þannig að ég ætla að bara setja þetta inn í vörðskjalið. Þá sést þetta sko. Hvað, við myndum það bara velja 208. Sko, hún þarf að þola þess að lágmarki 155,56 volt og næsta stærð fyrir ofan það er 200 volt. Þannig að hér er
Þetta er eitthvað svolítið. Ég held að þetta sé endurtekin flokkgildi í hindrunátt, eins og í afleiðisás. Og þá heitir hún 1N5402. Til dæmis. Og þá það 200 volt. Þá skrifum við 200 volt. 200 volt. Já, það var smikið út af þessu. Og þetta. Já. Og þetta þá 1N5402. Já, svona. Næsta staðnarstað. 200 volt, 1N5402 til dæmis. Þetta geta verið fleiri tegundir af þessum díóðum en þetta er mjög algeng afleiðisdíóð. Svo eru 3 ampere. Afleiðisdíóða, hún er frá byrjun 50 til 1000 volt, bara fer eftir þessum stöðum hérna, eða þessum stöðum hérna í lokin, eða síðast stafnum í lokin. 1N5400, svo er 50 volt, og svo síðasta hérna 1N5408, svo er 1000 volt. Það er þess að segja hérna að þolir 3 ampere. Og þetta er rauninni forward average meðalgetið. Já. Hér sjáum við merkingur á því. Ég ætla að ná í það. Til þess að það hafi líka straumþolið á því. Ég veit ekki til að aðeins dregið úr hérna sem ég gæti þessu við. Ok. Fengið pláss. Og hér pláss. Hvernig get ég sett þetta hérna fyrir neðan? Já, þetta er gefið upp svona average forward current EF, það er þessi 3 ampere sem voru gefið upp hérna. 3 ampere rectifier 50 til 1000 volt. Þetta er svona það sem að menn gefa helst upp á díóð. Ljómandi. Þá erum við búin að svara þessu rækilega. Og þá er spurning að við förum bara í áframhaldandi dæmi. Þetta er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að æfa okkur á þessu. Hér höfum við dæmi 13. Teikna við yngri fyrirgjörður. 29. Já, það var alveg staður hérna fæðið þetta. Hérna áttu ég að fara í þetta Við förum næstu viku í hérna 3 fasa aðeins. Og það er ekki hérna kemur fram, ég er búinn að finna það
hvenær við förum í þessar spennistengdu afleiðingar. En við getum svo sem afgreitt það hérna, en ég finna að hérna dæmi 13 við skrifum upp þessa formúlina með sá sem 0,9 sem hlutdeildin 2. Þetta sko þannig að við erum með þá lög, þessi lög, sem sagt að liðúttak á spenni, það þessi hérna, og í bókinni sem við höfum þá erum við með staðinn á þessu hérna rásinn sjálf sko og þá erum við með allt eftir að vera kallað U2 en þetta getur nú við formúlan sem var sýnd þarna var það ekki hérna spennustenging að byrja hér það er fyrsta formúlan sem er sýnd hérna það er hér og að við notum í rauninni hálfa bakvarpsspennuna hérna, þessu hérna og ef við tökum til spennans í díun þá gerum við þetta svona og í rauninni þá það sem ég er að gera hérna fyrst það er að við erum ekki að reikna út með þetta er sennilega snúð sem fyrir getum það já, með er gefið upp þannig að núna er ég bara að fara að einangra auðið og flytt hérna tvistinn yfir og hérna er ég búinn að einangra auðið í þessari formúlu. Þannig að þetta er rauninni, þá setjum við 13,8 volt hérna inn í sem meðalgildið spennuna og það er markvæmt með 2. En þau eru svo ekki að draga... Þau eru með 0,9. Þetta er þegar við tökum ekki tillit til spennufalls í díu. Tökum við þá ekki bara 0,7 af þessu? Jú, svo þegar við gerum ráð fyrir spennufalli í díuðu, þá gerum við þetta svona. Þá er þetta formúlan sem sagt. En þegar við færum þetta yfir, þá sem sagt þá færum við mínus UD yfir það eru plús UD hérna megin, vinstra megin í jafnaðarverkið og þá kemur það svona út og við færum tvistinn yfir og endum á því að færa auðið hérna. Þá endar formúlan svona. Þá er það auð, það er tilsynum umsvegin UD plús auð með. Og deilum svo með 0,9 í tal þá. Má ég taka mynd á formúlunni? Já. Ég ætla bara að, ég þarf eiginlega að láta ykkur fá þetta því að það er sjáðið sko hvernig þetta fært yfir. Og þannig að við endum á því að ef við reynum með því spennfalli í díuðu, þá erum við með 32,22 volt sem virkagildi er í spennuna. Ég ætla bara, já, þið sjáu þetta hérna en ég ætla þá að bretta þetta út fyrir ykkur. Þegar ég á þetta ekki öðruvísi, ég er ekki búinn að setja inn á einuna. En þetta er þess að dæmi 13.